Kvenfélag Hólahrepps ætlar að halda aðventuhátíð hér á Hólum núna í desember. Hvers vegna? Okkur langaði bara til þess að gera eitthvað skemmtilegt fyrir jólin. Við semst ætlum að hafa 14. desember þessa aðventuhátíð. Þetta er sunnudagur, 3. sunnudagur í aðventu. Og þetta er semst svo kallar skógardagur líka. Að það þýðir að frá 12 til 4 þá er hægt að koma hérna og kaupa sér aðgang að Hólaskógi og ná sér í jólatré. Og það er gert á hverju ári og það myndast oft mjög skemmtileg stemning í kringum það. Og við semst ákveðum að bæta bara aðeins við þetta og hafa örlítið meira líf í kringum þetta. Og þennan dag verður sem sagt, það verður opið í kirkjunni, hægt að skoða hana og fá leiðsögn ef fólk vill. Það verður opið á bjórsetrinu og það verður opið á sögusetri íslenska hestsins þar sem er hægt að skoða og prófa rugguhesta. Við ætlum að vera með kaffi í Hólaskóla og jólabasar þar sem að verður ýmislegt í boði. Laufabrauð sem að kvenfélagskonurnar ætla að búa til og alls konar handverk og gúmmilaði. Og svo ætlum við að koma svolítið líf í Nýjabæ sem er gamli torfbærinn hérna. Þar verður sem sagt lesin jólasaga fyrir börnin og það verða jólasveinar á ferli og svo verða sungin jólalög úti og hérna. En sem sagt Nýjabær verður svona kannski hjartað í Hólastað þennan dag og svo snýst allt í kringum það. Og þetta snýst svolítið mikið í kringum börnin eins og þetta aðventan á að gera. Að sjálfsögðu gerðu það. Þetta verður skemmtilegt fyrir alla fjölskylduna. Og það er óbúslega gaman að fara hérna inn í skó og ná sér í jólatré með börnunum sínum. Það er alveg ekki spurning. Og náttúrulega ekki verra að koma og skoða rugguhesta og fá sér vaflur og kakó og eitthvað svoleiðis eftir, hlusta á jólasögu og hafa það bara notalegt. Er ekki mjög jólalegt hérna á Hólum í desember? Óbúslega jólalegt. Þetta er bara, það er engin staðar eins og Hólar fyrir jólin. Það er bara þannig. Það er svona mikill friður yfir þessum stað? Það er óbúslega friður, það er alltaf svo stillt hérna og þegar snjórinn er og jólaljósin komin upp og þetta er bara, þetta er óbúslega jólalegur staður. Kirkjan er náttúrulega mjög falleg og notalegt að koma inn í hana á aðventunni. Ég er alveg viss um það að allir sem koma, þeir komast í jólaskap. Er það tilviljun að það er kvenfélagið sem að stendur fyrir þessu? Nei, kvenfélag eru svo virk félög. Kvenfélag náttúrulega, eitt af því sem kvenfélag gera er að standa fyrir svona uppákomum fyrir jólin með börnin sem aðal markhóp. Það er náttúrulega eitthvað sem kvenfélag hafa alltaf gert. Þannig að og svo náttúrulega láta kvenfélag yfirleitt ágóða af því sem að safnast inn á svona stundum renna til góðra málefna. Þannig að það er ekki spurning. En það sem sagt verður frá 12 til 4 þá er hægt að ná sér í jólatré og svo verður hitt frá 1 til 5. Hvað með laufabrauð? Eru þið ekki að gera það hérna? Jú, kvenfélagið ætlar sem sagt að hittast eina kvöldstund og skera út laufabrauð og það verður til sölu þarna. Þannig að þeir sem hafa ekki tíma til að skera sitt eigið laufabrauð geta keypt sér kvenfélags laufabrauð fyrir jólin. Er það leyniuppskrift? Nei, en ég er nú ekki alveg með hann á hreinu, þannig að ég efast ekki að þetta verður mjög gott laufabrauð. Svo er líka ferðaþjónustan hérna er með svona smáhýsi, þar sem er hægt að fá gistingu. Þannig að ef einhverju vilja koma og taka heila helgi í róliheitum og koma sér í jólaskap, þá er náttúrulega hægt að koma bara á laugardeginum og gista og eiga svo allan sunnudaginn. Þetta er góð hugmynd og bara gaman að leggja þetta til við fólk að koma hingað heim að Hólum. Þú ert alveg komin til að vera heyri? Já, ég hugsa það, að minnsta kosti í bili. Við erum búin að vera hérna í 2 ár og ég bara minnst þetta forréttindi að búa svona stað. Og við erum búin að fara, tvisvar sinnum áður inn í skóinn á okkur í jólatré. Og við hjónin og börnin okkar, við héldum okkar fyrstu eigin jól á Hólum. Fram að þessu hefðu alltaf verið hjá tengdaforeldrum mínum eða foreldrum mínum. En þegar við vorum komin hingað, það fannst okkur eiginlega ómögulegt annað en að hafa jólin á Hólum. Þannig að það er ekkert víst að fólki sem kemur fari úr smáhýsunum? Nei, ég er ekki viss um að gera það. Við reyndar komum hérna fyrst á ferðalagi, það var þetta sumar og gistum í svona smáhýsi og það varð bara til þess, þá byggum við í Reykjavík og vorum á leiðinni heim úr sumarfríi. En það var til þess að það var ekkert aftur snúið, við bara árið seinna komum við hingað til þess að vera áfram.
Takk fyrir þetta, verður gaman að koma 14. desember. Vonandi koma bara sem flestir og njóta þess að undirbúa jólin með okkur. Takk.